Bloodborne mættur í Elko. Þú mætir þínum helsta ótta í hættulegum heimi þar sem hætta, dauði og brjálæði handað við hvert horn. Þriðju persónu hasarleikur með roleplay ívæðing. Lentur í Elko. Here we go! Verið velkomin í Leikjadóm hér í Game TV og að þessu sinni það leikurinn Bloodborne og við sendum okkar mann á staðinn enda stút fullur af blóði og lífi yfir höfuð. Já. Sverrir Bergmann, hvernig var? Blóðugt, væga sagt. Nei, þetta er leikur frá þeim sögum og gerðu Dark Souls og Demon Souls. Já. Sem að segja þið bara eitt. Þetta verður erfitt. Ég veit það. Þetta verður mjög erfitt. Þetta verður fallegt en erfitt. Fallegt. En þetta er á ferðinu svona roleplaying leikur þar sem getur náttúrulega búið sjálfa þig til, byrjum náttúrulega þar. Það er alveg fínasta character creation system, þar sem þú getur búið til og haft þig, hvort sem þú vera fölur, dökkur eða hvernig sem er. Og við tókum það fyrir hennar dag. Það er þetta mjög fullkomið, það er bara að gera það sem maður vill. Gerðum okkur eins ljóta og við mögulega gátum og ljótir voru við, hvort sem voru kvensur eða kallmenn. Og svo ferði þarna í gríðarstórn heim, fullan af ævintýrum en mjög myrkum ævintýrum. Það er það sem þessi leikur er. Nú, þú ert svolítið mikið að vinna með svona, þú ert svolítið mikið að dodsa og svona í bardagakjörfum. Því að það fyrirgefur ekki mikið af mistökum. Nei. Og það er náttúrulega það sem einkennir þessa leiki og hefur alltaf gert. Er þetta ekki bara fáránlega, þú veist, maður er bara hjartslátturinn og allt í gang bara þegar maður er hræddur við að tapa á bardagann. Já, málið, ef þú tapar, þá deyrðu og þú tapar á því að deyja. Þetta er ekki svona bara búm, ég er strax mættur aftur og pluss það að loading tímarnir í þessu eru viðbjóður. Þannig að það fer mjög í taugarnar að deyja þitt. Að deyja er bara athöfn, eitthvað rugl. Og svo er þetta eins og alltaf í þessu öllu. Það er allt svo erfitt en þegar það texta þá færðu svo mikið tilbaka. Þetta er svo miklu meira heldur en bara gamla góða hakka sig í gegnum hitt og þetta. Heldur eftir að fá svo mikið tilbaka og endakallinir eru margir hverjir risastórir. Er þetta svipað og þú á sveitaballunum gamla? Já. Það var erfitt, en þegar það gekk, það férstu svo mikið tilbaka. Það var einhver ákveðin stefna sem maður fór í, einhver stelpa, skilurðu. En þú þurftir að fara í gegnum þvögu á fólki og oft var þvagan erfiðara heldur en stelpan. Þó að stelpan var í loka dagmarki, þá er þetta eins og endakallarnir. Þeir eru kannski ekki það erfiðasta, heldur er það ferðin að þeim og eins og með lífið. Þá er það ferðin sem skiptir máli en ekki endamarkið. Hvað er þetta? Sjálfstætt fólk? Skilja, þannig er það spilurinn ekki endakallin sem skiptir miklu máli hérna. Ertu að skilja hvað er að fara? Nei, ég er bara, þú ert að reyna að koma í og verið að taka hellinga stelpu og sögum. Nei, það gerði ég ekki. Ég meina, af hverju segir það ekki? Bara þú ert að klæða þig í eitthvað búning. Blóðugan búning, það er ennþá verra. Ég fór mjög seint upp á dekk, ef ekki bara segja það. Wow! Sko hafa það á hreinu. En síðan hefur verið að vagga á bátnum síðan. Já, en eins og stúlkurnar, þá er leikurinn gríðarlega fallegur. Því að landslægið og allt inn í leiknum er alveg til fyrirmyndar og maður þarf oft bara að staldra við. Ég veit fyrir víst að það er ekki alla fallegar. Nei, en þarna er allt nánast fallegt. Þó að sé ljótt, þá er það samt fallegt. Það er eitthvað sem þú ert að læra. Því að hvort sem þú ert að labba inn á nýtt svæði, klifur upp einhverju stiga, þá er alltaf landslægið á baku eitthvað svo mikilfenglegt, stórkostlegt og rosalegt. Akkur horfður svona á mig. Ég er bara, við veist, svo bara stórkostlegur og mikilfenglegt. Já, þakka þér fyrir. En það er þessi leikur líka. Og ég ætla ekkert að vera að hafa þetta eitthvað allt og langt. Hann er fallegur, hann er erfiður og svona vesen. Hann er svona eins og martana, maður uppsker laun erfiðsins. Það er það sem þessi leikur er og ef þú ert ekki tilbúinn að fara í þetta ævintýri, þú átt eftir að kasta pinnanum frá þér, þú átt eftir að blóta mögulega öll í kringu þig, en ef þú ert ekki til í það, þá sko þetta ekki fara í leik, en ef þú ert til í þetta, þá getur verið með betri leiki sem þú spila lengi. Það er bara svoleiðis. Það er bara mjög gott. Þetta er eins og ef þú ert ekki tilbúinn í samband, þá ert að búið. Já, það er bara svoleiðis. En ef þú ert tilbúinn að leggja á þig í sambandi, þá getur þú fengið verðlaun tilbaka. Vá, þetta er kannski leikur sem allir ættu í rauninni að spila. Bara til þess að vita það að maður getur fengið verðlaun fyrir erfiði. Vá, hann speglar lífið sjálft þessi leikur, heyri ég. Og það ætlar að gefa hann einhvern frá, 1 upp í 10. Ég ætla að gefa hann 9,1. 9,1? Já, aðeins meiri 9. Bloodborne mættur í Elko. Þú mætir þínum helsta ótta í hættulegum heimi þar sem hætta, dauði og brjálæði handað við hvert horn. Þriðju persónu hasarleikur með roleplay ívæðing. Lentur í Elko.